huga þá landfræði fyrst og fremst fæði þar sem að svona raunvísindin og félagsvísindin mætast og þar lagt áherslu á sambúð manns og náttúru og við erum að tala þessi nútíma lífstíl sem að við lifum eftir hann er háður þessum viðkvæmu skilyrðum og það er með þessum gleraugum sem að kennarar varpa fram svona gagnrýnum spurningum varðandi hreinlega framtíð okkar á þessari jörðu og þetta er bara ofboðslega þverfaglegt og skemmtilegt nám að öllu leyti og mjög fjölbreytt og nemendur hafa svona svolítið frelsi til þess að móta þetta eftir sínum huga og sínu áhugasviði. Skipulagið er mjög gott, kennararnir góðir og liðlegir og taka mjög vel á móti athugasemdum. Það eru náttúrulega ritgerðir og smærri verkefni og svona umræðutímar mikið og það var einmitt ábendingar sem við komum með við nemendurnir á síðustöðin að við heldum viljum fá meira af umræðutímum. Þau tóku bara mjög vel í það og já, svo eru náttúrulega þessar vettvangsferðir. Það fannst mér rosa skemmtilegt, það var voða vel lukkað. Rannsóknir í landfræði eru fjölbreyttar. Dæmi rannsóknir sem við erum að fást við er hvernig gróður og jarðvegur þróaðist frá lokum ísaldar. Við erum semst að skoða sögu svona 10.000 ára aftur í tíman og erum að meta á hvern hátt náttúran sjálf hafi áhrif á þetta, svo sem eins og loftslag eða eldvirkni og svo síðar þegar að maðurinn kom til sögunar hvaða áhrif hann hafði á þessa þróun. Og til þess að geta gert þetta þá söfnum við jarðvegssýnum, mýrarsýnum, stöðuvatnasýnum og greinum lífrænar agnir og ólífrænar í þessum jarðlögum. Við aldursgreinum þessi lög til þess að geta sett þau í samhengi við aðrar breytingar sem eru á mismunandi tímakvarða. Með þessu þá reynum við að átta okkur á hvern hátt náttúran stjórnar þessu ferli og svo líka á hvern hátt maðurinn stjórnar þessu ferli. Grunnnámið hjá okkur í landfræðinni hér við Háskóla Íslands er tiltölulega breytt. Nemendur kynnast bæði náttúrulandfræði hliðinni og mannvistarlandfræði hliðinni og síðast en ekki síst þá læra þeir talsvert mikið meðferð landupplýsinga, landfræðilegar upplýsinga. Stafrænar upplýsingar staðsetningu hlutana og það allt saman sem ég var að lýsa áðan er orðnar gríðarlega fyrirferðarmiklar í mörgum þáttum samfélagsins, skipulagsmálum, ákvarðanatöku og annað slíkt. Að mörgu leyti er byggt á upplýsingum sem eru landfræðilegs eðlis og það eru landfræðingar og þeir sem fara í gegnum námi hjá okkur læra talsvert mikið hvernig maður greinir, hvernig hægt er að greina slík mynstur með nútíma tækni. Landfræðingar starfa á ýmsum stofnunum. Fagið er tiltölulega vítt eins og ég sagði. Landfræðingar starfa meðal annars á stofnunum sem að sjá að vakta náttúruna og vinna ýmsum rannsóknarverkefnum varðandi náttúruna. Ég get nefnt þar Veðurstofu Íslands, Skógrækt ríkisins, Landgræðsluna, Náttúrufræðistofnun Íslands, náttúrustofur víðs vegar um landið. Þá get ég nefnt að þjóðgarðsverðir koma úr röðum landfræðingar sumir hverjir og margir landfræðingar vinna innan þjóðgarðana. Náttúrulega hjá verkfræðistofum. Það eru einn landfræðingur á hverju verkfræðistofu sem sér kortagerðarmál og skipulagsmál. Svo eru það arkitektastofur líka veit ég og opinberar stofnanir náttúrulega. Það eru allt frá fjölmiðlum og stjórnmálum hreinlega